með forsetaframboð. Er það eitthvað sem þú gætir hugsað að hella þér út í? Ó já, ég er að pæla í þessu. Þú ert orðin 35 ára, ekki? Ég er 34. 34? Það er miksa það alveg. Já, þú er 35 á næsta ári. Já, ég verð 35 á næsta ári. Ég bara, fuck. 35, ég bara. En já, ég er búin að vera að hugsa þetta. Og ég var að tala um vinkonu mína og ég er alveg fullt, sko. Ef ég væri forseti, sko, þá ég góður forseti. Já, þetta var engin spurning á það. Það sko alveg, og þar ekki, ég myndi þegar ég færi í forsetaframboð, ég myndi mynda þetta allt saman. Ég myndi hafa bara sína alveg bak við tjöldin og allt, alveg bara hver ég er og allt svona. Enga svona, ekkert fals eða ekkert svona fals glamúr eða neitt, sko. Nei. Fólk fær að sjá mig líka og vakna upp úr rúminu og og stílunar í augunum og allan. Já. Og þú ert alltaf orðin vel þekktur sem YouTube-stjarna og þúsundum manna hafa séð á YouTube, þannig að þú ert með ákveðið forskot og aðra frambjóðendur. Já, ég er með 5.000 manns sem á baki mér, eða þú veist, í sem eru subscribe á YouTube, eða? Nei, það er nú bara 700. Já. En ég er með allan fólk sem ég þekki í þessum bransa, leikarabansa og þetta. Þannig að ég er alveg með forskot, sko. Já, þetta og hvernig áttu afmæli á árinu? 5. júní. 5. júní, hvernig eru fyrsta kosningarnar? Þær eru 20. júní. Já, þannig að þú nærð þessu, þú verður orðin 35 ára gamall. Já. Þannig að þetta verður Þetta er bara afmælisgjöfin. Þetta er afmælisgjöfin og afmælisgjöf þín til þjóðarinnar. Já. Og ég myndi sko, vera alveg, ég myndi sko tala sko alveg fyrir landi okkar og þjóð og mun verja mitt fólk. Sem fórseti, sko. Já. Hvað myndirðu fyrst vilja gera þegar þú væri orðin fórseti? Fórseti? Ég myndi vilja fara alveg gegn samtidig mannréttindi milli kynja og fatlaðra. Og svo myndi ég fara svolítið í þetta málfrelsi og allt þetta. Svo myndi ég fara í fátækt og samtidig græna orku og fara í sprotafyrirtækin. Og svo líka bara frelsi fólks, þú veist. Reyna að koma fólki á atvinnumarkað og svo að sé ekki, þú veist, veikt fólk sem getur unnið, reyna að hjálpa því svolítið, koma því svolítið inn á þingið og bara alveg bara, þú veist. Þú myndi vera að vinna fyrir litla mannin í samfélaginu? Já. Ég myndi vinna fyrir litla og milli og svo náttúrulega stóra fólki, það má kannski aðeins býða. Nákvæmlega þegar það fengið alveg nóg að sjönsum í lífunu. Já, það þarf að gera eitthvað fyrir litla mannin. Ég veit það ekki, mér finnst það svolítið lélegt orð. Já. Fyrir góðu sálina. Það er nefnilega þannig að litli maðurinn, hann er betri heldur en þessi sem er stóri. Já, það er alveg rétt þér. Með mikið betra hjarta. Ég er alveg að kaupa þetta. Mér heyrist þú hafa allt sem góður forseti þarf að hafa. Já. En væri svona sleikja upp aðna fólk og þegar væri frækt svona eins og Ólaður Ragnar sem verður svona og veist alltaf mynda sem er frægum og vilja hafa gaman að því. Mér finnst hann skemmtilegan Ólaður. Ég hef heitt hann upp á flugstöð og Dorrit og svona. Já. Og en Ólaður hann er fín, en já, ég myndi alveg leyfa fólki mynda með ef ég var í fórseti, sko. Já, en ég meira sko að stilla sér upp með frægum, sko. Nei, ég er ekki. Með Ödda Blöð á Facebook, eða? Ödda Blöð, nei, ég veit það ekki. Nei, þetta er svona svipað, hann er mikið í þessu. Já,
Ég veit ekki, ég til dæmis löngu hættur að mynda mig með einhverju fræðum, sko. Nákvæmlega. Því að það einhvern veginn, mér finnst orðið bara eitthvað svo hallarislegt eitthvað, þú veist. Þegar maður orðin eldri en sko 20 ára, þá það orðið frekar hallarslegt að vera mynda sem fræðum. Já, maður svona aðeins að þroskast, sko. Nákvæmlega, við erum sammála það. Herðu, en þetta allavega, sko, þú væri alveg til að gera þetta í alvöru, þegar Ari? Jú, ég að tala í alvöru, sko. Ég fúl alvara. Þetta væri heldur gott frambóð. Já. Við X977 myndi alveg flikkjast að baki þar, sko. Bakkaði upp. Takk. Þannig að ef þú ert alvarlega að hugsa að gera þetta, þá veistu á okkar stuðningi. Já, ég þakka bara kjallaða fyrir, sko. Já. Út af því að það veitir ekki að fá stuðning. Þegar maður fer að bjóða sig fram fyrir svona sterku fólki. Ari Jósefs á Bessastæði, þetta bara, þetta svo symfóníu mín eru. Já. Herðu, það var skemmtilegt að heyri þér, Ari minn. Já. Það ætlar að gera eitthvað skemmtilegt að versta með helgina. Ég ætla bara að vera hana heima. Já. Og bara gróðsetja og svona. Gróðsetja og svona semja, eða vinna í því sem ég að vinna. Það nett svona Vigdís Finnboga í þér bara. Það að gróðsetja mestanumhelgi og... Veistu það, ég nefnilega ætla að gera, þú veist, ef ég verð fórseti, þá ætla ég að gróðsetja líka, að þú veist svo hún gerði alltaf 3-3, en hún gerði alltaf byrki. Ég myndi vilja sjá blágreini. Blágreini, já. Út af því að Ísland svo hvítt á veturnar, þannig að maður verður að sjá eitthvað grænt. Nákvæmlega, djóðið þetta gott þér. Herði, Ari Jósefsson, það var frábært að spjalla við þig og við fikkum státt áfram með fórstofstátt Já, takk fyrir. Takk fyrir,